Ha, ég er búinn að kveikja á öllu, það er allt komið live. Ok. Ég er bara að bíða eftir að fólk komi á. Velkomin að Grace Daily Prayer. Welcome to Grace Daily Prayer. We just give it a few minutes like always. Wait for people to come on here. Eins og ávallt hér á Grace Daily Prayer. Þá bíðum við í smá stund. Þangað til fólk komið hér inn til þess að hlusta á orð Guðs og veit að vera blessun til ykkar eins og til okkar. Like always, we have just God. What we read here is from God, and this is a blessing for you and like it's for us, and God blesses us with His words. Yeah. And may this be a blessing to you like it is for us. Yes. Because everything here involves the right believing and showing you that God loves you and you are one. He is just thinking about ávallt að Guð elskar ykkur og hann hefur ávallt ykkur í fyrsta sæti. Í Jesú nafni, amen. You hear my kids are screaming a little bit. Þeir hans krökkunum mínum að öskra hans. Bom. Ja, og við erum að halda áfram að lesa. We are reading from Proverbs, and við erum að lesa hérna frá Óskuðanum og við munum lesa hér í dag 11. og 12. kafla. Og það góða við Óskuðan það að Valey, ég að tala við hafið þetta aðeins róaðu krakkana aðeins og eins og orðskviðnir kenna okkur og það að koma, hvernig við höfum að koma fram við hvort annað. Hvað er Stormur minn, eða langar að koma inn á mynd? Nei, ég vil ekki. Finna iPodin minn. Já. Komstu með hann? Varstu ekki bara í ömmu? Svo orðskviðnir kenna manni visku og gerir mann greindari og víkkar hugamanns og heila að maður lærir meira og hefur meiri skilning á hlutunum því viskan opnar hugaðinn og
þar með eykst greindin þín og skilningur á hlutunum. Það er góðið orðskviðina og þetta er bara hrein viska frá Guði. Guð sýnir okkur hvernig við eigum að gera þá hluti. Svo sjáðu þið að mikið að gera hjá konu að handa börnunum góðum. Like you can see, it's a lot to do for my wife to keep everything here in the house good with like kids, and so they can enjoy themselves like always. Kids have to play and have a good time, og eins og allt krakkarnir þurfa að fá að njóta sín og leika og vera frjáls. En við erum að bíða bara eftir fólki hér að koma á, og það er komin úrslagslega fólki á. Eins og þið hér í kirkjunni hér, þið eru í kirkjan og þið eru okkar team, and you are our team here, and you are the church here on the internet here with us. Like we say always here, it's always good to for you to do the same things like we are doing, spread the word out, and make a little broadcast, and that's how we get more people to listen to God. So we encourage you to make a little broadcast like we are doing, and spread the word, the good news about God to people. Yes. Because you have a lot of friends and a lot of people that you can that God can have effect on, and to get to their hearts, and then He can work His miracles through the words you give to them from God. In Jesus' name, amen. Amen. Everybody say amen on this wonderful Wednesday. What is it? Amen on this middag. Mikudag. Amen. 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 It's been a little much to do this week, and because like we had Olivia. Olivia, ekki með læti, ekki með læti. Like, wow. Stopp, læti. Ok, så sætter vi så på. Ja. Ja. Alveg. Sorry about this. Sorry about this. They gotta have that things. Wow, that's a rule. But like mikið að gera þessa viku, og eins og við látum alltaf fólkið hafa forgang, og þeir sem eru
í kringum okkur að eins og fjölskylda og vinir að stundum það þannig að eins og í þessari viku að þá þurftum við að sinna hlutum sem sneru að vinum og fjölskyldu og þar af leiðandi verðum við að bíða eins með útsendingu og það bara sannleikur og þannig bara hlutinir. It's like we could not go on this few days because like we had to spend times with our family and our friends because they needed our time and so we could not broadcast for these 2 days and that's just things that come sometimes up and that's our thing, like God puts on our hearts is just and people need our help, we help and that's our mission in life. In Jesus' name, amen. And like always here on Grace Church, we are going Agnes, þetta bara heimilislegt hér. We are family friendly here, so we are not like you just see the normal life here in my house, our house, and we are just coming to the door like we are. Nothing else, but like always here on Grace Church, my beautiful wife is gonna start this with a little prayer. Eins og ávallt hér á Grace Church Daily Prayer. Já, fallega kona mín, hér byrjaði þetta á litli bæn. Já, elsku minn, vel að gefa þessa stundi þína hendur, elsku Jesús. Heilagur andi, ég bið þig svo blessi varir okkar Sigga og höfuð okkar og hjörtu og bara okkar allra. Líka þeirra sem eru heima að hlusta og blessur okkur öll í Jesú heilaga nafni, amen. Amen, amen. Amen. Við ætlum að lyfta fjölskyldu Húbba upp, eða Húbbers. Við ætlum að lyfta Halldóru, Sigtryggi, Agnesi, Sigurði, Ullu og Óskari. We ask you to pray for these names we mention here, lift them up to God, ask God to bless them, and ask for the Holy Spirit to come into their lives, and God knows what they need, and only thing we need to do is pray for them and ask God to bless, and like you know, God answers our prayers. Amen. Eins og þið vitið ávallt að þessi nöfn sem við nefnum hér, við byggjum ykkur að blessa þau og að heilagur andi stígi inn í kringumstæður þeirra og blessi það sem blessa þarf, því Guð veit hvað þeir þurfa og einungis við þurfum að biðja Guð að blessa þessi nöfn og fjölskyldur og Guð svarar okkar bænum og hann blessar þau. Í Jesú nafni, amen, amen on this beautiful Wednesday og amen on vikudegi. Og ég ætla að byrja á að lesa í Orðskviðunum 11. kapla og ég mun lesa 11. og kona mín mun lesa
12. og we are in Proverbs. Proverbs, and we're going to read chapter 11 and 12. And then we are going to play for you that are in other countries. We play it always for you in English in King James 16:11. It's a beautiful Bible written, and like you Icelandic people, you understand English, so it's a little bit different when you are listening to King James 16:11. Yeah. It's beautiful. A little bit different, and because we cannot go, I have all the Bibles, but I cannot get them in that I can get them in where the speaking form, and they don't have them, these old Bibles, so then I would have to read them myself, and that would be a little bit taking time for me, like reading the things, and because I want to have the English, because this is old scriptures, and I want to pronounce the things right when I'm reading, because the English in that time is old English, and that's a little bit difficult for me to pronounce the words right when I'm speaking them, but I understand them, but sometimes they don't come out of my lips, like if I would have somebody reading that is used to reading old scriptures, and then the words are pronounced is different. So ég myndi vilja hafa þetta í eldri biblíum og hafa í formi í, eins og ég segi, orthodox biblíunum, og þá þetta öðruvísi enska, og þá fengið þetta svona rétt svona réttari biblíu, út af því þá ekki búið að taka neitt úr og breyta, og það er alveg hreint, og það öðruvísi að hlusta á þessar og lesa þær biblíur sem allir ættu að gera, sem eru kristnir, og alltaf að fara í orginalinn og ekki vera að hlusta á fólk sem að reyna að segja þetta árið 2026 að þeir hafi meiri þekkingu á biblíunum sem eru í dag, og að reyna að blekkja að þetta sé rétt, en það sem var orginaltextinn var í byrjun, og við vita það allir að þetta ekki rétt. Réttu rítin þetta eldri rítin, en þetta gera fræðingarnir og til það blekkja okkur, og það þeir eru búin að vera breyta og orðalagi biblíunar. Like you know, it's better to get the oldest scriptures because they are right, but not the 2026 like they are these, because they tell you that their IQ is so high that they know what is right, but
what is written in the beginning is the right thing. If I would I would be writing something 2,000 years ago myself, and then I'm writing it down like this, and then you would understand what I'm talking about from myself to you, but not some guys coming 2026 years later and telling you that my reading 2,000 years ago is, and he's gonna tell you what I was meaning in this. Because the Bible is simple, and so it's like my words are always keep it simple, stupid, because the Bible always shows you this is very simple thing, and like God said, He always talks in terms of Parables. and that's why we have to read the Bible in parables. Dæmisögur, þetta allt dæmisögur. Þetta passar allt inn í þegar þú lest Biblíuna sem dæmisögur, þá færðu mynd af öllu, eins og með krossfest, þá færðu mynd af öllu sem ég gæti látið hér upp, og þá færðu alltaf mynd af krossfestingunni. Ef ég les hana út frá dæmisögunni, og þá sérðu allt annan hlut, og þetta sýndi Guð mér, og þetta er rosalega fallegt, og þá er þetta voðalega auðveld skýring. En svona mennir, þeir reyna að flækja fyrir okkur hlutunum. En nú ætla ég að byrja að lesa fyrir ykkur, og we are talking in Icelandic. Yes. We are talking in Icelandic, but we are gonna change to King James 1611, so it's gonna be in English. What I'm gonna read, it's gonna be written. You're gonna listen to what I'm reading here from the Bible in Proverbs. Chapter 11, now I start. Svikavog drottin anstig, en full vog yndi hans. Komið hroki, kemur smáan. En hjá lítillátum viska. Ráðvendi hreinskilni leiðir þá, en undirferli svíkur tortið með þeim. Auðæfi stóða ekki af degi reiðarinnar, en réttlæti frelsar frá dauða. Réttlæti hins ráðvanda gjörir veg hans sléttan, en hinn óguðligi fellur guðleysi sitt. Réttlæti hinna hreinskilnu frelsar þá, en hinn í svíkuldu ánætast í eigin græðgi. Þegar óguðlegur maður deyr verður von hans að engu, og ef eftirvænting glæpamanna að engu orðin, hinn réttlæti frelsar úr nauðum, og hinn óguðlegi kemur í hans stað. Með munni steypir hinn guðleysi náungar sínum í glötum, en hinn réttláti frelsar fyrir þekkingu. Borgin fagnar yfir gæfu réttlátra, og þegar óguðlegi farast, gjalla gleðiópin. Borgin hefst fyrir blessun, hreinskilna, en fyrir munn óguðlega steypist hún. Óviti maður sínum náungarinn sínum fyrirlitningu, en heiki maður þegir. Sá gengur og sem róperi, lýsir upp leyndamálum, en sá sem staðfastur í lundi leynir sökinni. Þar sem engin stjórn þar fellur þjóðin, en þar sem margir ágæður eru, fer allt vel. Hraplega fer fyrir þeim gengur í ábyrgð fyrir annan mann, en sá sem hatar handsöm óhult
óhultur. Yndisleg kona hlýtur sæmt og hinn sterkur hljóta auðafi. Kærleiksríkur maður gjörir sjálf sinni gott en hinn grimmi kvelur sitt eigið hold. Hinn óguðlegi aflar sér svikulls ávinnings en sá réttlátir sáir að sannara launa. Ekki einhver réttlæti þá leiðir það til lífs. En ef hann eltir hið illa leiðir það til dauða. Andstyggð fyrir drottni eru þeir sem hafa rangsnúð í hjarta, en yndi hans þeirra að breyta ráðvandlega. Hér höndin upp á það. Hið vondi sleppur ekki óhengdur, en niður réttlátt að komast undan, eins og Guðs hringur í svínstrýni. Svo fríðarkonan sem enga siðprýði kann. Óskir hinna réttlátu leið aðeins til góðs, en vonir óguðlegra leið yfir sig reiðidóm. Sumir miðlaður mildlega og eignast æ meira. Aðrir halda æ meira en rétt og verða þó fátækari. Velgjörðarsöm sál mettast ríkulega og sá sem gefur öðrum að drekka mun og sjálfur drykk hljóta. Formæli þeim sem heldur í korti, en blessun kemur yfir höfuð þess seluta. Sá sem leiðir góð stundar það sem velþóknarlegt en sá sem sækist eftir illu verður fyrir því. Sá sem treystir á ausinn, hann fellur. En hinn réttláti mun grænka eins og laufið, sá sem kemur ólega á heimilishag sinn eftir vind og afglæpinn verður þjón hins vitra. Ávöxturinn réttláta lífsins tré og hinn vitri hillir að sér hjörtum. Sjá, hinn réttláti fær endurgjald hér á jörðu, hvað þá hinn óguðlegi og syndari. Og nú ætla ég að bíða konu mín að lesa 12. kafla. Já. Sá sem elskar aga, elskar þekking, en sá sem hatar umvöndun heimskur. Hinn góði hlýtur velþóknun að drottni, en hrekkvísan mann fyrirdæmir hann. Enginn maður nær fótfestu með óguðleika, en rót hinna réttlátu mun eigi bifast. Væn kona kóróna manns síns, en vond kona sem rotnun í beinum hans. Hugsanir réttlátra stefna að rétti, en ráðagjörðir óguðlega að svikum. Orð óguðlegra brugga banaráð, en munnur hreinskilninna frelsa þá. Óguðlegir kollsteypast og eru eigi frama til, en hús réttlátra stendur. Manninum verður hrósað eftir vitsmunum hans, en sá sem rangsnúinn í hjarta verður fyrirlitinn. Betra að láta lítið yfir sér og hafa þjón, en að berast mikið á og hafa ekki ofan í sig. Hinn réttláti nærgætinn þörf skepna sinna, en hjarta óguðlegra hart. Sá sem yrkir land sitt mettast af brauði, en sá sem sækist eftir hégómlegum hlutum óvitur. Hinn óguðlegri ágirnist feng hinna vondu, en rót réttlátra varanleg. Yfirsjón varanna ill snara, en hinn réttláti bergast úr nauðum. Af ávexti munnsins mettast maðurinn gæðum, og það sem hendur hans hafa öðrum gjört, kemur aftur yfir hann. Afglapanum finnst sinn vegur réttur, en vitur maður hlýðir á ráð. Gremja afglapans kemur þegar í ljós, en kett maður dylur smán sína. Sá sem segir sannleikann hispurslaust mælir fram það sem rétt,
en falsvotturinn svik. Þvaður sumra manna sem spjótstungur, en tunga hinna vitru græðir. Sannmálar varir munu ávallt standast, en lygin tunga aðeins stutta stund. Yfir svikum búa þeir illt brugga, en gleði valda þeir ráða til friðar. Réttlátum manni ber aldrei böl að hendi, en óhamingja hleðst á óguðlega. Lygavarir eru drottni andstyggð, en þeir sem sannleika iðka eru yndi hans. Kædd maður fer dult með þekking sína, en hjarta heimskingjanna fer hátt með flónsku sína. Hönd hinna iðnu munu drottna, en hangandi höndin verður vinnuskyld. Hugsýki beygir manninn, en vingjarnleg orð gleður hann. Hinum réttláta vegnar betur en öðrum, en vegur óguðlegra leiðir þá í villu. Letikinn nær ekki villibráðinni, en iðnin manninum dýrmætur auður. Á vegi réttlætisins líf, en glæpaleiðin liggur út í dauðan. Í Jesú nafni, amen. And everybody say amen on this wonderful Wednesday og allir segja amen á þessum yndislega miðvikudagi. Amen. Og yndislegt að sjá minn besta hér, vanda minn, Emil Freyr. Og ég elska þig, Emil minn, og yndislegt að fá þig. Og megi Guð blessa þig á þessari stundu. Já, amen. Ekki virkilega væntum þennan yndislega vanda minn. Megi Guð blessa fjölskylduna með Emil minn og Leif minn. Amen. Amen. Proverbs 11. A false balance is abomination to the Lord, but a just weight is his delight. When pride cometh, then cometh shame, but with the lowly is wisdom. The integrity of the upright shall guide them, but the perverseness of transgressors shall destroy them. Riches profit not in the day of wrath, but righteousness delivereth from death. The righteousness of the perfect shall direct his way, but the wicked shall fall by his own wickedness. The righteousness of the upright shall deliver them. The transgressors shall be taken in their own naughtiness. When a wicked man dieth, his expectation shall perish, and the hope of unjust men perisheth. The righteous is delivered out of trouble, and the wicked cometh in his stead. An hypocrite with his mouth destroyeth his neighbor, but through knowledge shall the just be delivered. When it goeth well with the righteous, the city rejoiceth, and when the wicked perish, there is shouting. By the blessing of the upright, the city is exalted, but it is overthrown by the mouth of the wicked. He that is void of wisdom despiseth his neighbor, but a man of understanding holdeth his peace. A talebearer revealeth secrets, but he that is of a faithful spirit concealeth the matter. Where no counsel is, the people fall, but in the multitude of counselors there is safety. He that is surety for a stranger shall smart for it, and he that hateth suretyship is sure. A gracious woman retaineth honor, and strong men retain riches. The merciful man doeth good to his own soul, but he that is cruel troubleth his own flesh. The wicked worketh a deceitful work, but to him that soweth righteousness shall be a sure reward. As righteousness tendeth to life, so he that pursueth evil pursueth it to his own death. They that are of a froward heart are abomination to the Lord, but such as are upright in their way are his delight. Though hand join in hand, the wicked shall not be unpunished, but the seed of the righteous shall be delivered. As a jewel of gold in a swine's snout, so is a fair woman, which is without discretion. The desire of the righteous is only good,
but the expectation of the wicked is wrath. There is that scattereth and yet increaseth, and there is that withholdeth more than is meet, but it tendeth to poverty. The liberal soul shall be made fat, and he that watereth shall be watered also himself. He that withholdeth corn, the people shall curse him, but blessing shall be upon the head of him that selleth it. He that diligently seeketh good procureth favor, but he that seeketh mischief, it shall come unto him. He that trusteth in his riches shall fall, but the righteous shall flourish as a branch. He that troubleth his own house shall inherit the wind, and the fool shall be servant to the wise of heart. The fruit of the righteous is a tree of life, and he that winneth souls is wise. Behold, the righteous shall be recompensed in the earth, much more the wicked and the sinner. Proverbs 12. Whoso loveth instruction loveth knowledge, but he that hateth reproof is brutish. A good man obtaineth favor of the Lord, but a man of wicked devices will he condemn. A man shall not be established by wickedness, but the root of the righteous shall not be moved. A virtuous woman is a crown to her husband, but she that maketh ashamed is as rottenness in his bones. The thoughts of the righteous are right, but the counsels of the wicked are deceit. The words of the wicked are to lie in wait for blood, but the mouth of the upright shall deliver them. The wicked are overthrown and are not, but the house of the righteous shall stand. A man shall be commended according to his wisdom, but he that is of a perverse heart shall be despised. He that is despised and hath a servant is better than he that honoureth himself and lacketh bread. A righteous man regardeth the life of this beast, but the tender mercies of the wicked are cruel. He that tilleth his land shall be satisfied with bread, but he that followeth vain persons is void of understanding. The wicked desireth the net of evil men, but the root of the righteous yieldeth fruit. The wicked is snared by the transgression of his lips, but the just shall come out of trouble. A man shall be satisfied with good by the fruit of his mouth, and the recompense of a man's hands shall be rendered unto him. The way of a fool is right in his own eyes, but he that hearkeneth unto counsel is wise. A fool's wrath is presently known, but a prudent man covereth shame. He that speaketh truth showeth forth righteousness, but a false witness deceit. There is that speaketh like the piercings of a sword, but the tongue of the wise is health. The lip of truth shall be established forever, but a lying tongue is but for a moment. Deceit is in the heart of them that imagine evil, but to the counselors of peace is joy. There shall no evil happen to the just, but the wicked shall be filled with mischief. Lying lips are abomination to the Lord, but they that deal truly are his delight. A prudent man concealeth knowledge, but the heart of fools proclaimeth foolishness. The hand of the diligent shall bear rule, but the slothful shall be under tribute. Heaviness in the heart of man maketh it stoop, but a good word maketh it glad. The righteous is more excellent than his neighbor, but the way of the wicked seduceth them. The slothful man roasteth not that which he took in hunting, but the substance of a diligent man is precious. In the way of righteousness is life. In the pathway thereof there is no death. In Jesus' name, amen. In Jesus' name, amen. Amen. Og megið þið, eins og þið heyrðu hér, að
er mikið viska í orskuðunum og orskuðunir eru svona, eins og ég segi, þetta er siðfræði og það kemur allt hér fram eins og Biblían er látin upp eins og hverjum þú átt að treysta og annað að þegar maður er með rétta trú hvernig maður hvernig trúin virkar að eins og Guð sýnir manni er þannig að þegar þú lætur Guð í fyrsta sæti að þá þýðir það ekki að ég sé að láta mig á hærri stall en kona mín því að ég á að vera höfuð fjölskyldunar. En þetta er gert í kúltúrkirkjunum að eins og ég hef verið að benda á að þetta er ekki það sem Guð kennir Guð kennir að þú ert höfuð fjölskyldunar og þú berð ábyrgð á þinni fjölskyldu sem eiginmaðurinn að Guð leggur það upp fyrir okkur að við látum Guð í fyrsta sæti og þegar þú lætur Guð í fyrsta sæti út af því að hann elskar okkur af öllu sínu hjarta og hann vil gera allt fyrir okkur að þegar ég læt hann í fyrsta sæti þá fer hann undir mig og byggir mig upp og kennir mér og fyllir mig að því að þá verður Guð þjónninn minn við að byggja mig upp og þá ber ég virðingu fyrir Guði og þá virkar það þannig að þegar ég byggi mína trú á honum að þá sýnir hann mér hvað ég á að gera en nákvæmlega eins og hann gerir að ég á að þjóna konu minni því að þjóna konu ykkar og þá ég að þjóna henni og þá er ég orðinn fyrsti þjónninn hennar og þá byggist á því að ég þarf að fá það sem Guð vill að kona mín óttist mig ekki, að hún treysti orðum mínum og þegar ég þjóna byggi hann upp þannig að ég fæ hana til þess að bera virðingu fyrir mér og þá ger ég allt í mínum kærleika til hennar því Guð er kærleikur og mér ber það skylda að gera þetta til þess að fá hjónabandi mitt til þess að verða hreint fyrir Guði því að þegar þetta skeður þá erum við orðin eitt fyrir Guði og þá kemur næsti þjónustuliði sem eru börnin okkar. Eins og Guð segir að börnin himnaríki er barnanna og því þau eru hrein og þá þjónum við börnunum okkar og þá er það þannig að fyrstu þau sem ganga fyrir eru börnin okkar því þar þjónum við og svo fer það upp á við. Það er sem sagt fyrsti þjónninn er Guð, annar þjónninn er eiginmaðurinn, þriðji þjónninn er konan og svo er það börnin okkar og þau þjóna engum
nema því að við byggjum upp ást og virðingu og þá líta þau upp til Guðs og við kennum þeim það og þá bera þau virðingu fyrir Guði og uppeldið og Guð getur blessað fjölskylduna með því að við gerum þetta svona og það ef við gerum þetta ekki svona, ef ég kem ekki svona fram við konuna mína að hvernig get ég ætlast til þess að fá blessun frá Guði ef ég ekki að framfylgja því sem Guð gerir fyrir mig. Ef að Guð gerir allt, frelsar mig og frelsar mig í byrjun og sýnir mig fram á það að hann elski mig og taki vandamál frá mér sem hann sendur með sinni frelsun til mín og sýnir mér kærleika sinn og þá á ég að gefa hann áfram og þá getur hann stutt mig út af því að hann að hjálpa mér til þess að kærleikur hans komist í gegnum mig til og blessar orði mín og komist til konu minnar og þá fer til konu minnar og þá fyllist hún af blessun og takklæti til Guðs og fer með það í börnin mín og svona virkar Guð og í munið, amen, en þið eru þjónar, konungar og barna og Guð þjónar ykkur því hann elskar ykkur. En því tók hann lögmálið í burtu og sagði þetta af mannavöldum, þetta ekki minn gjörningur, þetta gjörningur sem þið vilduð fá yfir ykkur því Guð kom hér sem Immanuel sem þýðir Guð gengur í Guð með oss. Guð gengur í öðuna Já. Guð með oss og Immanuel is God is with us. This is the word that Gabriel told Joseph to baptize him in. This was the name he was supposed to put on Jesus, but the Bible said Gabriel told Joseph to call him, name him Immanuel, like Josiah, the prophet in the Old Testament told. His name is going to be Immanuel, God is with us. But when you read it here, because the man had power to give the men always choose the name of the children in the old days, and then they changed the spellings here, and that they say Joseph didn't name him Immanuel like he was supposed to do, like Gabriel told him, but when you read it, but he did the right thing and he named him Jesus. This is if you have an IQ, then this is not right. It's just telling you, like, if it's a red light, don't go over, and you can go over on green light. And then, like in this instance, then Gabriel told him, don't go over on red light, and you can go over on green light. But Joseph just went over the street on red light. And everybody can see this. This is in the Bible. And this is a very, because there's been a lot of change here in these books. Like
why, and then Gabriel went to Mary and he told Mary that she was supposed to name him Jesus. And when the messenger of God is coming to tell the husband and the wife, he would not go separate way, just talking to Joseph over there and go to Mary over there, and then no, he would come to both of us and tell us this at the same time. Yes. But this is how they have been doing the scripture thing and complicating things, and that's why there's a lot of this misunderstanding, because you can take this and say, oh, but they said this over here, but this over there, and that's why they mixed all these things. Alveg eins og hér við tekið fram eins og Jósef, að Gabriel engill hafi sagt við Jósef að hann átti að skýra hann Immanuel, en hann skýrði hann Jesú, en svo þú lesta þá segir Immanuel hann átti að skýra eða Gabriel hann átti að skýra hann Immanuel, en Jósef skýrði hann Jesú og það var rétt. Nei, það er ekki rétt ef að Gabriel engill segir að skýra hann Immanuel. Það meikar ekki neitt og það vita allir ef það einhver segir mér Siggi, þú skal láta hann heita Immanuel og ég skýra hann öðru nafni, þá er ég ekki að fylgja því sem mér var sagt. Þetta er bara skýrt. En svona er ritningin og kona og maður að Gabriel engill hafi farið í sikru lagi til Gabriel og sagt honum hann átti að gera þetta svona, að segja þetta, hann átti að heita Immanuel, en svo hann er farið til Mary May og sagt hann átti að heita Jesú. En þegar að Guð sendir eins og staðfestingin er að til þess að því séu eitt fyrir Guði, að sem hjón eins og hann vill að sé, að við séum eitt fyrir Guði, að þá leggur Guð alltaf hlutina fyrir okkur þegar við erum orðin eitt. Út af því að í hebreskunni þá getur við tekið tvo stafina í manninum og konni, og þegar þú leggur þetta saman og tekur þess að tvo stafi sem eru í hebreskunni og lært í samtíð hebresku og lært í samtíð kristinfræðina, þá tekur þess að tvo stafi og fer með það upp og þegar þessi samhengi á að þá kemur Guð. Þá verður eitt honum með fyrir Guði og það er blessun, og þannig vill Guð að sé að þá erum við fullkomnu og þá leggur Guð alltaf hlutina fyrir okkur bæði. Það er ekki í ykkur lagi þegar við erum orðin eitt fyrir Guði, og eins og Guð sýnir að þegar við erum orðin eitt, að þá er bara ein skilaboð í Jesú nafni, amen. In Jesus' name, amen. Always when God put everything up, it's a man and a woman, and if you read Hebrew, then you take the middle letters in the middle, and then take these two letters and put them up. That's God. That means unity, and God wants unity with Him, and then everything that God goes with to the man and the wife, when you are one, and He blesses us both
the same time, and that's how he wants the things to be. Yeah. In Jesus' name, Amen. No, Amen. And now we are gonna go to the next chapter here on Grace Church, like we always do. Yeah. And now we are going to go to, if you haven't received God into your heart, then we are going to give you the opportunity here to do that. If you have these words after me and you believe these words that I am said, reading here to you, and this is involved that you believe that God, Jesus Christ, went on the cross and he died for your sins and he cleansed you with his blood, and he rose on the third day and he's alive today. And you believe and you receive this into your heart because God says one thing. When you always remember this, like God says, what you put out of your mouth is stronger than two blades of swords, and because you have to watch our tongues, and we are responsible for what we put out of our mouths. And if when you are having these words with me, and like me, I was not a believer, I just wanted to know if God was real. And I had these words with the people, and I saw God, and God came into my heart when I made these words with the people. So that blesses me and changed my whole life, because I just asked God, if you are real, I want to know. Because he's gonna meet you, and the way it's not like people think. It's like me, I was not a believer in that way. I just wanted to know, because God is always gonna answer you if you're looking for him, like I was looking for him, and I had a lot of problems, and I just wanted to know if God was real, and a miracle happened in that way. I had like 11 thoughts in my mind, and I was going crazy. And when he came into me, and I saw him, and this was very strong thing that happened to me, and I felt him like an electric thing coming into my brain and all the way through my body. And then I was standing there, and I noticed one thing straight away. I was just like very pure, and I had one thought in my mind. He took all the 10 thoughts that were bothering me in my brain, and he took them straight away from me. And after this experience, there's no man gonna try to tell me that God is
not here because I know he's here. And this is an experience I had 34 years ago, and he changed me. In Jesus' name, amen. Vale. We are gonna go through this. Eins og ég segi, ég var ekki trúarmaður, ég fór og ég hafði ekkert annað hús að leita og vinur minn tók mig og ég var nú strangur í því að vera að mótmæla þessum sem svona eins og ég leita á þetta svona halleluja eitthvað trúðasjó sem maður hafði séð á svona og heyrt alls konar hluti þessa frjálsu kirkjur og annað kirkjusöfni en ég fór ég var bara komin á síðasta spölinn með allt saman og hafði bara þennan síðasta séns að það var vinur minn sem tók mig á samkomu og ég hugsaði bara allan tíma þegar ég var þarna inni ef þú ert til að langar mér að vita það og ég var ekki trúaður en mér langaði bara að vita hvort að Guð var til og þegar ég fór með þessa bæn hérna þá kom Guð og mætti mér og ég sá Guð og Guð kom svona eins og rafstraumur inn í mig og ég var með 11 hugsanir í höfðinu og hann ég tók eftir því að þegar ég stóð þarna alveg fullur af gleði, fullur af ást og bara, það bara, mesta upplifun sem ég fengið á ævi minni og það var ekki eins og þetta var bara eldri hjón sem voru að biðja mig og ég hafði bara orðin eftir þeim og þetta það sem skeiði fyrir mig það svoleiðis að ég fann Guð koma inn í mig og þessar 11 hugsanir og þessi 10 sem voru að gera mig geðveikana ég var með þetta allt í einu og þetta var bara ég var bara alveg farinn og svo stóð ég hérna og ég var bara með eina hugsun og alveg hreint höfuð og fullur af gleði og þetta var og veit ég að Guð til. Amen. Amen. And everybody say amen on this wonderful Wednesday og allir því amen og þessum til mikuti. And now I'm going to take the salvation prayer. I'm just going to start with doing it in Icelandic og ég ætla að fara með frelsisbænina á íslensku svo því sem hafið ekki tekið það skrifað að taka við Guði í hjarta ykkur þá ætla ég að biðja ykkur að hafa þessu orð eftir mér og þá mun Guð, svo hann lofar, koma inn í hjartaðið í Jesú nafni. Amen. Amen. Drottinn Jesús. Drottinn Jesús. Ég trúi að þú sért sonur Guðs. Ég trúi að þú sért sonur Guðs. Ég trúi að þú dáið á krossinum fyrir syndir mínar. Ég trúi að þú hafi dáið á krossinum fyrir syndir mínar. Og dýrmætt blóð þitt hreinsar mig af allri synd. Og dýrmætt blóð þitt hreinsar mig af allri synd. Ég trúi að þú hafi risið upp frá dauðum til að gefa mér líf. Ég trúi að þú hafi risið frá dauðum til að gefa mér líf. Jesús. Jesús. Ég bið þig að fyrirgefa mér allar syndir mínar. Ég bið þig að fyrirgefa mér allar syndir mínar. Og þvo mig algjörlega með blóði þínu. Og þvo mig algjörlega með blóði þínu. Hreinsaðu hjarta mitt. Hreinsaðu hjarta mitt. Endurnýja anda minn. Endurnýja anda minn. Og gerðu mig að nýju sköpun í þér.
og gera mig að nýrri sköpun í þér. Ég opna hjarta mitt núna Ég opna hjarta mitt núna og ég bið þig að koma inn í líf mitt. og ég bið þig að koma inn í líf mitt. Vertu drottinn minn og frelsari. Vertu drottinn minn og frelsari. Frá þessum degi vel ég Frá þessum degi vel ég að fylgja þér, að fylgja þér, elska þig að elska þig og lifa samkvæmt orðið þínu. og lifa samkvæmt orðið þínu. Takka þig Jesús Þakka þér Jesús að fyrir blóð þitt er ég ný sköpun, að fyrir blóð þitt er ný sköpun, fyrirgefin, fyrirgefin, endurfæddur endurfæddur og elskar þér. og elskar að þér í Jesú nafni. Amen. Og þú sem fórst með þessa bæn, vertu velkomin í Guðs ríkið Já, amen. og núna ert þú partur af kirkjunni því við manneskjurnar erum kirkjan og því Guð býr innra með þér núna því Faðirinn, Sonurinn og Heilagur Andi býr innra með þér og musteri Guðs er orðinn líkami þinn og það er í öllum kristnum mönnum sem Guð býr innra með og það er musteri hans og musteri hans hann hreinsar því að Guð hreinsar á einn hátt og Sonurinn hreinsar á annan hátt og ég get farið inn í það dýpra en það er annað en það eru tveir þættir þarna hvernig út af því að Faðirinn, Sonurinn og Heilagur Andi þeir út af Heilagur Andi er kraftur Guðs sem hann nýtir og þeir vinna sem einn og þetta er það sem er senda að Faðirinn vinnur á einn og Sonurinn vinnur á einn máta með að hreinsa tveir og Heilagur Andi út af þeir eru eitt og þá gerir Heilagur Andi þetta innan með þér og hreinsar og gerir Amen, amen. And now I'm gonna read the salvation prayer in English, so have these words after me. Lord Jesus, Lord Jesus, I believe that you are the Son of God. I believe that you are the Son of God. I believe that you died on the cross for my sins. I believe that you died on the cross for my sins. And that your precious blood cleansed me from all sin. Cleanse me from all sins. I believe that you rose from death to give me life. I believe that you rose from death to give me life. Jesus, Jesus, I ask you to forgive me for all my sins I ask you to forgive me for all my sins and wash me completely with your blood. and wash me completely with your blood. Cleanse my heart, Cleanse my heart, renew my spirit, renew my spirit, and make me a new creation in you. and make me a new creation in you. I open my heart now, I open my heart now, and I ask you to come into my life. and I ask you to come into my life. Be my Lord and my Savior. Be my Lord and my Savior. From this day on, From this day on, I choose to follow you, I choose to follow you, love you, love you, and live according to your word. and live according to your word. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, Through your blood, that through your blood I'm cleansed, I'm cleansed, forgiven, forgiven, reborn, reborn, and loved by you in Jesus' name. Amen. And now be welcome to you who wrote this with us. Be welcome to the to the kingdom of God. Yes. And now you are part of the church because we the people are the church. And the temple because the Father, the Son, and the Holy Spirit lives in you now, and then you are the temple. That your body is the temple of God. Remember this. I was going to say something. You like.
Ég varst að fara með frelsisbæna. Já. I'll explain to you later, my darling. Skarstu mig. Já, núna förum við með bænina sem Guð kenndi okkur að fara með og now we're gonna take the prayer that God taught us and we're gonna end this a few words after this. I'm gonna end with a few words to you and that is finished. But we have this prayer in the original prayer that God taught us, not in the new one they made later on because the old one has keep us from temptation. But in the new one, it's then don't lead us into temptation. That's not right because God is never going to lead you into temptation. That's just like telling like he was a bad person trying to lead you into bad things. And God is never gonna lead you into bad things. Never. That's why this prayer is wrong. What they did in Luther and all the changed Bibles, and that's why we have the original. Eins og við höfum orginal gömlu gamla faðirvorið og eins og tekið fram hér að Guð heldur okkur frá freistingu en í nýja faðirvorinu að þá stendur eigi leiddu oss í freistni. Hann mundi aldrei fara að leiða okkur í freistningu. Aldrei. Og það bara eins og að segja að hann væri vondur og hann myndi fara að leiða okkur á villu og láta okkur gera einhverja slæma hluti. Og það bara ekki rétt og einnig það eins og við kennum hér á Grace að ekkert, það ekki djöfull hér að starfi og eins og Guð tekur fram hérna með krossfestingunni að það ekki djöfull að eina sem að flækjast fyrir okkur það að það þessi frjálsi vilji okkar sem okkur var gefið strax í byrjun sem að þessi Kolt vill alltaf segja að það hafi ekki verið frjálsi vilji frá byrjun að þá hefði, ef það var ekki frjálsi vilji þá hefði ekki Guð skilið eftir skilningstréð og lífsins-tréð í aldingarðinum til þess að gefa Adam og Evu tækifæri til þess að taka bita af ávexti þessar trjás að gera það að það sýndi það má en maðurinn alltaf að reyna eins og segja eitthvað annað en þarna sjáum við alveg skýrmerkilega að þarna var gefinn að frjálsvilji var alltaf fyrir út af því að Guð vill ekki einhvern róbot og hann vill hafa hjarta þitt að þú gerir hlutina að frjálsum vilja og
Og þarna eins og Guð sýnir en þegar maður skoðar þetta fallegt út af því að Guð skapaði manninn eins og sjálfan sig og Eva tekur bitann af ávextinum og maðurinn út af því að hann þjónn konu sinnar að þá tekur hann bita á ávextinum til að fylgja konu sinni og þetta mjög fallegt og sýnir það að maðurinn hann vildi ekki, hann fórnar sjálfum sér til þess að fylgja koninni og fylgja henni út úr aldingarðinum og þetta ekki, þetta bara sýnir fram á að við eigum að vernda og reyna að passa upp á það sem við eigum og þetta bara fallegt. Líka ekki á þetta sem neikvægt. Now I'm gonna go with this. I'm gonna start taking the and what is the thing like? So wait a minute. I'm gonna start with this in English. Vale, hvað það? Við ætlum að vera með we're gonna start the prayer in English. Yeah. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy kingdom come. Thy will be done. Thy will be done. On earth as in heaven. On earth as in heaven. Give us our daily bread. Give us our daily bread. And forgive us our debts. And forgive us our debts. As we forgive our debtors. As we forgive us. Give our debtors. As we forgive our debtors. And keep us from temptation. And keep us from temptation. So that we may stand against it. So that we may stand against it. But deliver us from evil. But deliver us from evil. And keep us from temptation. And keep us from temptation. So that we may stand against it. So that we may stand against it. But deliver us from it. For then is the kingdom, the power, and the glory. For thine is the kingdom, the power, and the glory. Forever and ever, amen. Forever and ever, amen. Amen. Það var samt alveg gott að taka það fram. I wanted just to mention these. Remind these words. Keep us from temptation, not lead us. Yeah. Amen. So I mentioned this 2 times. So now I'm gonna go with this Lord's Prayer in Icelandic. Yeah. So listen to this. The Icelandic people haven't listened to the faðirvorið eins og það Þetta rétt faðirvor og svo munið það. Faðirvor. Faðirvor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði til vilji, svo jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vora skuldir, svo sem vér og fyrirgef, og voru skuldunautum. Haldu oss frá freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Kona mín svolítið þreytt í dag, það var mikið að gera. En það bara svoleiðis, sko. Þarna sjáum við hvernig þetta En eins og við segjum að passi ykkur á að það sem við erum að eiga við eins og Guð segir að
það sem að vandræðin hérna hjá okkur þessi frjálsi vilji okkar sem getur alltaf leið okkur út í einhver ógöngur. Frjálsi vilji okkar getur gert gott líka og með því að taka frjálsan vilja og velja Guð. Og einnig þannig að þessi frjálsi vilji, hann getur líka farið út í það að við förum í sjálfseyðingarhvöt á okkur sjálfum og þessi frjálsi vilji okkar, hann getur leitt okkur út í það að fara að tala illa náungan og fara eftir götum. Og ef við pössum okkur á þessum frjálsa vilja, verður ekki að leipa honum inn í hlutina að við höfum alltaf stuðningsfaðir okkar á himnum eða hér á jörðinni, hann auðvitað hér með okkur, faðirinn, sonur og heilagur andi, að þá vendar hann okkur fyrir þessu og hjálpar okkur með þetta og hann gefur okkur alltaf, ef þú fer í hebreuskunnar sem alltaf svolítið að þá mjög mikið minnst á þennan 120% styrk sem í þessum eldri ritum sem tekið mjög mikið fram að hann gefur alltaf 120% styrk í öllum kringumstæðum til þess að fara í gegnum allt eins og það hefur lest í Sálm 91. Já. Og það gangi í gegnum brennistein og allt, mun hann alltaf vera til og þó að þú finnist að þú sért einn í einhverju, að þú ert aldrei einn í einhverju, þó þið finnist að Guð sé ekki nálægur að hann alltaf að hjálpa þér og því hann býr innan með þér og hann inn í öllum kringumstæðum og ekki vera að falla fyrir því sem nýaldarhreyfingin hefur verið að gera í gegnum árin að segja við þig að þú að fá eitthvað núna, þú að fá lækningu núna og hitt og þetta allt núna út af því að þó að Guð gefur okkur gjafir andans, að við fáum gjafir andans og við getum lagt hendur yfir fólk og biði fyrir þeim og biði lækningu yfir fólki og því við höfum þessa trú og hún fullkomin hjá okkur að við leggjum hendur yfir fólk og við biðjum yfir þeim og við biðjum lækningu og blessun yfir fólkinu að þá ekki þetta að það sé að þetta virki þannig að það sé á okkar tíma eins og þeir að reyna að gera í hlustar á í þessu Colt kirkjum að það að ske strax og þeir að svona benda út í salin, ertu komin með lækninguna strax og þetta ekki rétt því að þetta kemur frá nýaldarhreyfingunni sem þeir létu inn í svona predikuform og annað sem við gerðum hér og eins og við værum orðnir guðir og við myndum bara gera hlutin bara eitt og bingo og eins og að fá allt 100-falt og eitthvað svona að fá það allt núna nei það virkar þannig að við biðjum Guð blessun yfir og lækningu yfir manninum, ekki við biðjum Guð að fara í gegnum þegar hann býr innra með okkur. Við biðjum Guð að blessa í gegnum okkur
til manneskjurnar að það ekki að við séum svo miklir og Guð læknar á sínum tíma út af því hann veit hvað okkur fyrir bestu að stundum betra að fá hlutina á öðrum tíma út af því það annað sem þarf að byggja upp. Stundum þegar fólk fær hlutina svona þá kann það ekki að meta það sem það fær og fer strax frá trúnni. Út af því það fékk hlutinn, það bara eins og það fékk bílinn og það farið og það keyrt á hann í burtu og svo bara gleymt því sem að því var gefið. Og þannig vill Guð ekki hafa það og hann vill byggja þetta með þó ég hefði fengið mitt strax að það sem ég var að leita af en það má ekki gleyma því að ég var kominn á endapunkt og þá hlýt ég að hafa verið búinn að velta þessu lengi svolítið í tíma fyrir mér og þarna var Guð bara búinn að velja rétta tíman fyrir mig. En það alltaf Guð sem og veit hvernig rétti tíminn Í Jesú nafni, amen, amen. En svo við séum áhvert hér á Praise Church Daily Prayer. Men segið við konur ykkar að þið elskið þær og konur segið við menn ykkar að þið elskið það og einnig segið við börn ykkar að þið elskið það og biðjið fyrir fjölskyldu ykkar og þá mun Guð blessa fjölskyldu ykkar. Og einnig elskið náungan eins og sjálf ykkur og þá mun Guð blessa ykkur og einnig elskið óvin ykkar eins og sjálf ykkur og þá sannarlega mun Guð blessa ykkur. Því að þetta börnin hans, við öll börnin hans og hann fyrirgaf öllum mönnum hér á jörðu, öllum börnunum sínum. Ekki bara einhverjum útvöldnum eins og alltaf verið að reyna að sundurliða að þessir eigi eitthvað og einhver annar. Einu munurinn á kristnum og þeim sem tók við einu munurinn af þeim sem tók við trú og tók ekki við trú að hann sem tók við trúni að hann fær blessunina frá Guði því hann trúir á hann og hann getur talað við hann. En sá sem tók ekki við trúni að Guð getur ekki gefa hann blessun því að hann býður ekki til hans og hann trúir ekki og Guð bara að biðja fólkið, krakkabörnin sín að leita til sín með frjálsum vilja. Og þetta, ég heyrði nefnilega lag í dag sem ég deildi á Facebook sem rosa texti og það virkilega áhrif á mig og hann var komið svolítið inn á þetta og þá fékk ég svona hvernig Guð í líði að vera með öll börnin sín að sum börnin hans að gera hrikalega hluti og Nú með ekki gleyma að þó allir níðingarnir og allt þetta sem að eiga sér stað hérna í heiminum að hann fyrirgefur öllum
og hann yfirhylmar allt því hann ást og ástin yfirhylmar allt og það Guð og þetta agalegt fyrir hann að þurfa að vita að börnin sín leiti ekki til hans og fái blessunna því það hans ósk að við komum alveg svo að vera faðir og svo á maður börn og svo leita þau eldast þá kannski hafna börnin manni og ja, maður elskar börnin sín ávallt og maður bíður og þeir biðja einhverja hluti af manni og annað og maður gerir það, maður gerir alltaf og maður alltaf til staðar fyrir þau, alveg sama hvað eins og í þessum texta og svo maður bara farinn og þá sitja börnin með það á samviskunni að þurfa þá allt í einu að vita það, faðir sinn, að þau muna það, alltaf leituðu til faðir síns að þeir fengu alltaf allt hjá föðurnum og auðvitað, papparnir ekkert allir og við ekkert eitthvað 100% kannski það getur verið smá skap í okkur og ýmsir svona smá gallar en við elskum ykkur börnin og alveg sama hvað en við ekki pottþéttir eins og Guð segir, enginn maður góður maður en það betri útgáfa okkur en við eigum kannski einhverja skapresti og eitthvað sem við sjáum eftir og var ekki meining í því en það agalegt að vita þess að það sem við viljum ekki að það þannig að við bíðum og við komum alltaf á hjálpum að svo erum við alltaf að bíða eftir hringingunni frá barni sinu og maður fær aldrei hringingu nema að það sé einhver neyð í gangi hjá þeim en fær aldrei hringingu bara til þess að tjekka á manni hvernig maður hefur það og þetta það særir mann ofta að bíða og þannig líður Guði að þegar að hann kannski, þú ert kannski búinn að barnið hans og ert búinn að taka við og svo bara ferðu frá honum og hann alltaf bíða eftir því að þú leitir hans og hann geti blessað þig og á hann svolítið svona, út af því að Jesús Kristur, hann kemur út af það og hann fyrirgefur en þetta fer illa með út af því að virða foreldra okkar að þetta fer illa í að ef þú gerir þetta að hunsa foreldra eða þetta gerir þetta þá svo deyr foreldrið og mann síðan eftir því að faðirinn hann gerði alltaf allt fyrir þig og þegar faðirinn hann ekki að biðja peningana að hann bara að biðja ástina og svo situr upp með það og þú við legsteininn hjá fæðinum og þá getur ekki sagt neitt við hann því að
hann er farinn og þá munt þú upplifa að þú hafir ást kannski til faðirsins sem gerði þetta og þá muntu lífa með það að þetta sáru tilfinningu sem mun búa innan með þér út af því að þú hafnaðir faðirnum á vissan máta. Og þetta á maður ekki að gera og munið það hringja bara svona annarslega, segja hæ og í þetta eru við, þegar fólk verður full og annað að þá þetta skilja sliðir að en það er allt í lagi að hringja svona annarslega og segja hæ pabbi, hvernig hefur það við móðurina en það er alltaf einhvern veginn þannig að börnin er þannig og það þykir manni fallegt að börnin manns eru þannig að þau leita svolítið meira til mömmu að það er þetta mömmu í hjarta eins og maður þekkir sjálfur að maður ver mömmu sína og maður beri fulla virðingu og elski pappa sinn en alltaf einhvern veginn mömmu í hjarta, mamma er alltaf mamma og það er bara svoleiðis. En megi þessi orð í dag vera einhvern til blessunar og við elskum ykkur hér á Grace Church Daily Prayer og við munum sjást á morgun. And we are gonna see you tomorrow and here on Grace Church Daily Prayer. And have a wonderful, wonderful Wednesday and we love you here from Iceland. Og við hafið yndislegan miðvikudag og við elskum ykkur hér á Íslandi og við elskum ykkur öll. Og Kalli ekki æðislegan dag minn besti og við elskum ykkur og það er yndislegt að sjá vini sína hér. It's always fills my heart that we have been with Grace Church Daily Prayer here, that we are seeing a lot of friends here of ours coming here on and listening. And that gives a warm feeling here to my heart that my friends and family are listening. And I love them. My friends are very dear to me and they know that and I love them and have a great day on this Wednesday. We love you and bye bye. We love you, bye og góða nótt, good night. Nei, það er nótt það komið kvöld og dagur hinum megin. Sjáumst. Bye bye. Bye bye. Okay.